Innsetningaraðferðin er leið til þess að leysa jöfnuhneppi, en jöfnuhneppi eru jöfnur með tveimur óþekktum stærðum. Og ef við erum með tvær óþekktar stærðir, þá þarf ég að minnsta kosti tvær jöfnur til þess að leysa það. Við skulum skoða dæmi, x plus 4, þetta átt að verða 4 hjá mér, ég er jáft á y, og hinn jafnan er y plus 5 er jáft á 4x. X-ið í þessum báðum jöfnum er það sama og y-ið er það sama. Innsetningaraðferðin byggist á því að ég nota mér það að önnur jafnan er y er jáft á eitthvað eða x er jáft á eitthvað. Ef það er ekki þannig, þá þarf ég að umskrifa hana þannig að það verði þannig. Og hérna sjáum við x plus 4 er það sama og y. Þá má ég taka y í burtu í seinni jöfninni, skrifa x plus 4 plus 5 er jáft á 4x. Því að þetta hér og þetta hér er það sama. Þá tek ég þetta í burtu og set þetta í staðinn. Set þetta inn í staðinn, þess að þetta er innsetningaraðferð. Síðan bara leysi ég, hérna er ég með jöfnu. X plus 9 er jáft á 4x mínus x báðum megin. 9 er jáft á 3x og þá fæ ég að x er jáft á 3. Og núna veit ég að x er 3. Þá tek ég bara jöfnuna hérna efri jöfnuna og segi, fyrst að x er 3, þá má ég taka x í burtustu 3 í staðinn. 3 plus 4 er jáft á y er jáft á 7. Þetta er í grunninn hvernig þessi aðferð virkar. Það er hægt að nota hana þó að jöfnuna liggi ekki svona beint við. Stundum er jafnan ekki á formun y er jáft á eða x er jáft á. Þá þarf að umskrifa. Og ég ætla að sýna ykkur eina útgáfa af því. Ég ætla að nota í raun sömu jöfnur, nema ég ætla að nota x-ið í hérna, x plus 4 er jáft á y og y plus 5 er jáft á 4x. Ég ætla að taka þessa jöfnu og umskrifa hana, þannig að ég ætla að gera mínus 4 hérna báðum megin, þá fæ ég x er jáft á y mínus 4. Og ég ætla að setja, við skulum gefa okkur að ég hefði þurft að gera þetta til þess að fá, að ég vil fá x er jáft á, þá bara breyti ég jöfninu, við verðum að gera það bara rétt. Og ég ætla að setja þetta inn í þessa jöfnu. Þá fæ ég y plus 5 er jáft á 4, en þetta er 4 sinnum x og x er y mínus 4, þá verð ég að setja y mínus 4 inn í svega. Og því ég verð að margfalda þetta við allt saman. Svo leysi ég þessa jöfnu, 5 er jáft á 4, skrifa þetta aðeins betur, 4 y mínus 16. Svo ætla ég að gera hérna mínus y hér, 5 er jáft á 3 y mínus 16, plus 16, plus 16, 3 y er jáft á 21, y er jáft á 7. Þið sjáu, ég fæ sömu tölu, af því þetta eru sömu jöfnunar. Ég var bara að nota aðra aðferð til þess að finna það sama. Og ef ég fer að nota þetta til þess að finna x-ið, þá fæ ég aftur að x er jáft á 3, af því ég var að vinna með sömu jöfnurnar allan tíman.